Þá er málumni 6, rammasamningur aukið íbúðaframboð 2023 til 2032. Það er bæjarfulltrúi Hilda Einar Gísladóttir sem tekur til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, eins og flest okkar vitum þá var síðastliðið sumar undirritaður rammasamningur ríkis og sveitarfélaga aukið framboð íbúða fyrir árin 2023 til 2032 og sameiginlega sýn og stefnu í húsnæðismálum. Að þeim samningi þá komu stjórnarráðið, Samband íslenskra sveitarfélaga og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, en rammasamningurinn byggir á niðurstöðum starfshóps aðgerðir og umbætur á húsnæðismarkaði sem skipaður var fulltrúum ríkisins, sveitarfélaga og aðila vinnumarkaðarins. Í inngangi þessa rammasamnings kemur fram með leyfi forseta: alvarleg staða ríkir nú á íslenskum húsnæðismarkaði eftir margra ára óstöðugleika þar sem miklar sveiflur hafa verið bæði í húsnæðisverði og byggingu íbúða. Framboðsskortur á íbúðum hefur leitt til hækkandi húsnæðisverðs og staða tekju- og eignilegri fjölskyldna á húsnæðismarkaði farið versnandi. Skortur á íbúðarhúsnæði er vandamál allt land og getur verið hamlandi þáttur í uppbyggingu atvinnulífs. Enn fremur segir með leyfi forseta: samningsaðilar eru sammála nauðsyn markvissra aðgerða á hálfu stjórnvalda til að tryggja uppbyggingu íbúða í samræmi við þörf, þar á meðal fyrir tekju- og eignalága. Það ástand sem nú ríkir á húsnæðismarkaði kallar á samstillt átak ríkis og sveitarfélaga og sameiginlega stefnu og sýn aðila í málaflokknum á komandi árum. Með samningi þessum er ætlunin að setja fram ramma utan sameiginlega markmiðssettingu, forsendur og áætlanagerð ríkis og sveitarfélaga uppbyggingu íbúðarhúsnæðis, húsnæðisáætlun Íslands fyrir árin 2023 til 2032. Það hefur lengi vantað heildar og langtíma sýn á íslenskan húsnæðismarkað og þá er minnst að kosti í mínum huga sannkallað fagnaðar efni þegar þessi rammasamningur leit dagsins ljós. Því það er örugglega ekkert grín að koma þessum samningi saman, ekki síst þar sem aðstæður land allt eru ólíkar og pólitísk viðhorf væntanlega ákaflega fjölbreytt. Horft er til þess í þessu samningi að húsnæðisáætlanir sveitarfélaga séu lykilstjórntæki sveitarfélaga og ríkis og þær verði nýttar til þess að halda utan áform rammasamningsins uppbyggingu og eftirfylgni. Það er þess vegna ansi miður að núna þegar árið 2023 er nú þegar hafið og fjárhagsáætlunarvinnunni er lokið að það sé fyrst núna sem við erum að velta fyrir okkur húsnæðisáætlun. Auðvitað hefði verið mjög heppilegt ef því hefði verið lokið árið 2022. Þannig að það hefði orðið tengsl milli húsnæðisáætlunarinnar og fjárhagsáætlunar. En úr því sem komið þá skiptir kannski aðalmáli að hraða þeirri vinnu við húsnæðisáætlun. Grundvalla forsenda þessa samnings er að sveitarfélögin taki þátt og hlutist til í að útvega byggingarhæfa til samræmis og húsnæðisáætlanir og ríkið leggi til fjármuni í húsnæðisstuðning til þess að hægt sé að ná samningsmarkmiðunum að auka framboð nýrra íbúða og hlutfall hagkvæmra íbúða á viðráðanlegu verði. Að sjálfsögðu er þetta samkomulag sem að ríkið, Samband íslenskra sveitarfélaga og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun gerði, felur ekkert í sér fjárhagslega skuldbindingu fyrir einstök sveitarfélög, enda eru sveitarfélög sjálfstæð í sínum rekstri. En samningnum er ætlað að leggja grunna sameiginlegri sýn og langtíma áætlun uppbyggingu íbúðarhúsnæðisins og skuldbindingin felst því fyrst og fremst í því að leita leiða til að tryggja uppbyggingu íbúða á samningstímabilinu í samræmi við þessi markmið. Ásamt þáttöku í verkefnum og aðgerðaáætlun eftir því sem við á, þar sem að bæði sveitarfélag og öll sveitarfélag, ríki og HMS hafa skilgreint hlutverk. En það sem að hefur ekki verið gerð ný húsnæðisáætlun eftir að þessi samningur var undirritaður, þá er erfitt fyrir Akureyrarbæ að fara í þann slíkt samkomulag á þeim grundvelli fyrir að húsnæðisáætlun liggur fyrir. En það er kannski, það eru nokkur atriði samningsmarkmið í rammasamningur sem ég langar að ræða og er tilefni til pólitískra umræðu vegna þess að þetta er hápólitískt mál. En það er, sem sagt, þegar það talað frambúð íbúða á viðráðanlegu verði, þá má segja að markmið sé í rauninni þríþætt. Það er í fyrsta lagi tekið fram að það sé nauðsynlegt að leggja áherslu á uppbyggingu hagkvæmra íbúða á viðráðanlegu verði og hlutfall þeirra verði 30%. Og þegar það er verið að tala þetta hagkvæmar íbúður á viðráðanlegu verði, þá er það útskýrt nánar
og sagt að það eigi við íbúðir innan almenna íbúðakerfisins, hlutdeildarlánar íbúðir og aðrar íbúðir sem njóta einhvers konar stuðnings stjórnvalda sem að þá bæði við ríki og sveitarfélög og ætlað að leysa úr húsnæðisþörf, tekju og eignalegri hópa, svo sem námsmanna, ungs fólks, fyrstu kaupenda, öryrkja og eldra fólks. Jafnframt og þessu til viðbótar við þessi 30%, kemur fram í samningnum að aðilar séu sammála að á samningstímanum verði félagslegt húsnæðisúrræði sem næst 5% af öllu nýju húsnæði. En með félagslegu húsnæði, það útskýrt sérstaklega hvað við átt, en það húsnæði eða íbúðir sem sveitarfélagi ber lagaleg skylda til að útvega einstaklingum eða fjölskyldum sem ekki á annan hátt færir að sjá fyrir sér fyrir húsnæði sökum lágra launa, þungra framfærslubyrðar eða annara félagslegra aðstæðna. Mér langar að staldra sérstaklega við þennan hluta. Rammasamningur auðvitað langur og ýmislegt sem kemur fram í honum, en það aðalega þarna sem að ég vil staldra við. Og tala aðeins pólitíska sýn okkar hér í bæjarstjórn. Og svona kannski, þetta svona sáþátt sem ég kannski ímynda mér að sé kannski mest í svona pólitíski munurinn. Stundum hef ég heyrt í fleygt fram í orðræðunni að sumir telja að Akureyrarbær sé nú þegar með svo hlutfallslega margar félagslegar íbúðir að það alls ekki að fjölga þeim og þar með í rauninni hlutfallslega fækka þeim. Og það væri fróðlegt að fá fram við þorf sérstaklega fulltrúa meirhlutans til þess hvort að þau telja svo sé. Ég hef líka heyrt í fleygt fram að það séu svo margar orlofsíbúðir á Akureyri að þetta 5% markmið eigi ekki við hér í bænum og það væri gott að fá fram pólitískt viðþorf meirhlutans og bara helst allra fulltrúa, bæjarfulltrúa vegna þess að þetta risa mál. Mér finnst skipta máli að viðþorfum komi fram. En þriðji þátturinn í þessum lið, hann snýr að því að ráðast eigi sérstakt átak til að eyða biðlistum eftir sértækum húsnæðisúrræðum fyrir fatlað fólk, en þá átt við íbúðir sem ætlaðir eru fyrir fatlað fólk verði metið í mikilli þörf fyrir stuðning á eigin heimilum. Að ræða íbúðir í íbúðakjarna sem veitt þjónustu eftir stuðningsþörfum allan sólarhringinn eða hluta úr degi. Biðlist, og það tekið fram í þessu samningum að biðlistar eftir þjónustu og sértæku húsnæði hafi myndast þrátt fyrir að réttur fatlaðs fólks hafi ekki verið vefengdur. En það ýmislegt annað sem kemur fram í þessum rammasamningi, auk þess að samningnum fylgir áhugaverð aðgerðaráætlun fyrir árin 2022, árið sem liðið, og 2026. Svo virðist að tímaáætlun sé ekki alveg að standast þar, en þar kemur meðal annars fram að samningagerð milli HMS og sveitarfélagi verið að loki fyrir árslok 2022, en slíkur samningur hefur eftir því sem ég best veit aðeins litið dagsins ljós í Reykjavíkurborg. En kannski ástæðan að sama á hér á Akureyri að það erfitt að ganga til samninga þegar húsnæðisáætlanirnar eru ekki klárar. Það annað sem ég langar að taka fram varðandi framboð hagkvæmra íbúða á viðráðanlegu verði að þá verði í húsnæðisáætlun gert ráð fyrir 5% nýrra íbúða verði félagslegu húsnæðisúrræði og 30% nýrra íbúða verði íbúður á viðráðanlegu verði, að það stendur í samningnum að við gerð samkomulags samkvæmt aðgerðaáætluninni þurfi sveitarfélög að rökstyðja það alveg sérstaklega ef þau telja þörf undir þessum viðmiðum í þeirra sveitarfélagi. Og því væri fróðlegt að fá fram þá afstöðu hvort að meirihlutinn telji þetta ekki eiga við hér á Akureyri. En í því samkomulagi sem Reykjavíkurborg hefur nú þegar undirritað og til umræða á borgarstjórnarfundi þar í dag, kemur fram að ríkið skuldbindi sig líka til að leggja fjármuni í húsnæðisstuðning, svo að samningstímanum megin áfram markmiðum þessi hagkvæm vistvæn og félagslegri íbúða, auk þar sem það kemur fram að hagkvæmur og vistvænar íbúðir í nálað við hágæða almenningssamgöngur skuli njóta sérstakt stuðnings og að þær íbúðir hafi forgang þegar kemur að stuðningi gegnum almenna íbúðakerfið. Samkvæmt þessum samningi átti kostnaðarmat að liggja fyrir þessum mánuðin, ég hef ekki séð það. En það verður að teljast líklegt að Akureyrarbær geti væntanlega á þeirri forsendu náð sambærilegum samningum við ríkið og það skiptir máli. Akureyrarbær á í mínum huga að vera stórhuga. Við erum svæðisborg, við gegnum ábyrgð og skyldu fram eigin sveitarfélagamörk. Mér finnst að við að taka ábyrgð, við að nýta landi vel, við að vera leiðandi í húsnæðisuppbyggingu á landsbyggðunum.
Við þurfum samhent átak ríkis og allra sveitafélaga landsins til að koma róa á íslenskan húsnæðismarkað sem skiptir ofboðslega miklu máli. Við þurfum einhvern veginn að róa í sömu átt því að eins og þeir vita sem hafa farið á árabót, þá dálítið erfitt ef að þeir sem eru að róa ekki að róa í sömu átt og þá hætta á kyrrstöðu. En í þessari yfirferð hef ég beint nokkrum spurningum til meirihlutans og vonandi fleiri en eins fulltrúa meirihlutans, hefur það væntanlega fleiri viðhorf innan hans. Sér meirihlutinn fyrir sér að gera slíkan samning á grundvelli þessa markmiða rammasamningsins? Ef svo á að leggja áherslu á að flýta þeirri vinnu. Hvers vegna var ekki farið í endurskoðun og húsnæðisáætlun í samræmi við þennan rammasamning fyrir árið 2023, þannig að hægt var að miða fjárhagsáætlun við forsendur samningsins? Og einhver ástæða fyrir því að markmið að fjölga félagslegum íbúðum 10 á þessu ári eigi ekki við hér á Akureyri eða hjá Akureyrarbæ og ef svo hvaða ástæður eru það? Að lokum þá legg ég fram eftirfarandi tillögu til atkvæðagreiðslu hér í bæjarstjórn og hún svo hljóðandi. Bæjarstjórn Akureyrarbæjar sammála þeim meginmarkmiðum sem sett eru fram í rammasamningi ríkis og sveitafélaga aukið framboð íbúða 2023 til 2032 og sameiginlega sýn og stefnu í húsnæðismálum. Bæjarstjórn leggur áherslu á að flýta eins og kostur endurskoðun á húsnæðisáætlun sveitafélagsins og ganga í kjölfarið til viðræðna við ríkið og HMS gerð samkomulags sem byggir á þeim markmiðum. Takk fyrir. Þakkum bæjarfulltrúa Hildu Jónu Gísladóttur fyrir, orðið laust. Bæjarfulltrúa Lára Halldóra Eggertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú að byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Hildu Jönu fyrir góða yfirferð yfir þennan annars ágæta rammasamning. Ég ætla að reyna að svara einhverjum af þessum spurningum sem ég man bæjarfulltrúa Hilda hérna. Ég verð kannski bara að biðja að senda mér þær og koma þá bara aftur í pontu af því ég mun örugglega alls ekki mun eftir að svara þeim öllum. Og ég hef í rauninni alls ekkert svörin við þeim öllum. Ég ætla bara að taka undir með bæjarfulltrúa Hildu Jönu með það að auðvitað bara mjög óheppilegt að húsnæðisáætlunin að endurskoðun á henni hafi ekki verið lokið fyrir fjárhagsáætlunargerðina. Ég hef bara því miður ekki svarað við því af hverju henni var ekki lokið og kannski hafa einhverjir aðrir bæjarfulltrúar svarað við því hér inni. Varðandi þennan rammasamningi heild þá held ég að það sé náttúrulega bara margt gott að finna í honum. Sjálf set ég svona spurningamerki þessa áætluðu húsnæðisþörf, þetta raunþörf? Meðan að nánast eini staðurinn sem að fólk sem á einhverja peninga getur geymt þá í steinsteypu, þá finnst mér ekkert endilega einfalt að finna út hver raunþörf fyrir íbúðarhúsnæði. Og þá ég að meina íbúðir sem einhver ætlar að búa í annars vegar og hins vegar íbúðir sem fjárfestingu hins vegar. Og í grein sem birtist í viðskiptablaðinu í nóvember síðastliðnum þá kom einnig fram að íbúafjöldi væri mögulega of áætlaður sem næmi 10.000 manns og íbúðaþörfin þá mögulega of áætluð sem því næmi. Ég gera sjálfsögðu ráð fyrir því að allar slíkar forsendur séu hafðar með í þessum rammasamningi en ég set samt sem áður spurningamerki við það hvort raunþörf sé að ræða. Að þessu sögðu þá tel ég bara mjög mikilvægt að við flýtum eins og kostur þarfagreiningu og endurskoðun á húsnæðisáætlun sveitafélagsins og göngum í kjölfari til viðræðna við ríkið og HMS við umgerð samkomulags sem byggir á þeim markmiðum sem að sú áætlun mun byggja á. Ég fagna allri umræðu óhagnaðardrifið húsnæði og mér finnst nauðsynlegt að við tryggjum að nægt framboð sé af slíku húsnæði og ég tel að það geti mögulega, ekki endilega samt örugt, fækka fólki á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði. Biðlistin eftir félagslegu leiguhúsnæði, hann vissulega langur og of langur og við þurfum að leita leiða til að bregðast við því. Sjálf hef ég áður talað fyrir því hér úr pontu að það verði leitað einhverja annara leiða heldur en endilega að sveitarfélagið eigi allar félagslegar íbúðir. Mér finnst bara að sveitarfélagið hafi látið tækifæri renna sér úr greipum
sem að var fólgið í því meðan að vextir voru lægri og fasteignaverð var lægra, að leita leiða til þess að gera fólki kleift sem mögulega hafði tök á því að kaupa það félagslega húsnæði sem það var í og rýmka þannig fyrir inn í félagslega húsnæðis markaðinum. Það er hárrétt sem að bæjarfulltrúi Hilda kom hér inn á að það bara greinilegt að borgarhlutverk Akureyrar svolítið skýrt í því að við erum með hátt hlutfall félagslegra íbúða. Það bara þannig. Við erum með í kringum einhvers staðar 4,6% á meðan að öll nágrannasveitarfélögin okkar eru með mjög lágt hlutfall. Og vissulega þurfum við á einhvern hátt kannski að stíga undir þessu hlutverki. Nú þegar vinna í gangi í stýrihópi borgarstefnu og ég tel að þarna sé bara eitt af því sem að skýrt kemur fram að Akureyri hefur hlutverk borgar en þá þarf kannski ríkið að koma að samningum og uppbyggingu í takti við það. Því að það í rauninni, eftir því sem ég best veit, einungis Reykjavík og borg sem með hærra hlutfall félagslegra íbúða, heldur en Akureyrarbær. Í fjárhagsáætlunargerð og framkvæmdaráætlun bæjarins var ákveðið að forgangsraða fjármunum í húsnæðisúrræði tengdu málaflokki fatlaðs fólks. Því að eins og bæjarfulltrúi Hilda kom inn á að þar eitt af markmiðunum sem fram kemur í þessum rammasamningi að þar sé biðlisti sem að hafi safnast upp þó að allir séu sammála að þar séu lög sem þarf að fylgja. Við ákváðum að forgangsraða fjármagni þar í að hefja og klára endurbætur á Hafnarstræti 16 og vonast eftir að þeim ljúki á næsta ári, en jafnframt að hefja undirbúningsvinnu við búsettukjarna í Nonnahaga á þessu ári. Einnig var ákveðið að reisa 2 lítil einbýli í Sandgerðisbók. Þessi forgangsröðun fjármuna, hún í samræmi við þennan rammasamning eins og ég nefndi. Þeir einstaklingar sem flytja í þessi búsetuúrræði eru á umræddum biðlista eftir félagslegu húsnæði sem þýðir að þeim fækkar þá sem þessum búsetuúrræðum nemur á næstu árum. Ég held að við þurfum bara að sameinast að leita leiða til þess að leysa hana vanda. Ég svo sannarlega, af því að það var kallað eftir skoðunum hvers og eins, ég sannarlega á því að við þurfum að reyna að stytta þessa biðlista og ég ítreka að mér finnst við höfum mistað lest í þeim málum, en það þýðir auðvitað ekki að horfa í einhvern baksinnispegil. Við erum í stöðunni eins og hún í dag. Fjármagn til félagslegs leiguhúsnæðis, það ákveðið fjármagn í fjárhagsáætlun til næstu, eða framkvæmda áætlun til næstu 4 ára, að sjálfsögðu hlýtur það fjármagn að vera hægt að endurskoða frá tíma til tíma og eftir að búið verður að greina íbúðaþörfina hér í bænum og vinna áætlun fyrir Akureyrarbæ eða sveitarfélagi. Og þá finnst mér bara ekkert því til fyrirstöðu að ganga til samninga og skrifa undir einhvern rammasamning á þeim forsendum sem Akureyrarbær þarnast. Takk. Þakkum bæjarfulltrúa Láru Halldóru Eiríksdóttur fyrir, orðið laust. Bæjarfulltrúa Jón Hjaltarsson, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar. Þetta nú ekki sérlega langur samningur. Ég velti fyrir mér að hér eru svo mörg óvissu atriði í þessu samningi. Það kveðið á að tiltekið hlutfall íbúða skal vera þessari tegund eða hinni tegundinni, sem aftur leggur einhverjar kvaðir, einhverjar skyldur á okkar herðar, líka ríkinu, þannig að hér hvergi getið hvers konar kostnaðarskipting þar verður. Við erum að taka á okkar herðar einhverjar fjárskuldbindingar
Þessar tölur, þessar hlutfallslegu tölur, þær verða ekki ljósar nema við hefjum þessar samningaviðræður. Það er alveg deginum ljósara. Hvað varðar búsetu, rannsóknir, búsetu, þörf og allt það, að þá erum við með einhverja svona sirka tölur það, allavega hafa þær verið kynntar fyrir einhverjum okkar, að hér eru 24 á bið fyrir sértæk búsetuúrræði sem eru þá væntanlega eftir skýringu að dæma fatlaðir. Það eru hér á bið eftir húsnæði á viðráðanlegu verði. Einhver staðar á bilinu 150 til 200, þessar tölur það skarast ögn sem við höfum fengið, þannig við vitum ekki hvað, við vitum að hóparnir skarast en ekki hversu mikið. Þetta er annað sem við þurfum að fá á hreint, að byggja á viðráðanlegu verði. Ég er alveg sammála því að við lifum í dag því miður á okurhúsnæðismarkaði. Þetta er okurmarkaður þar sem byggjendur leggja á óhóflega mikið og eru að taka óhóflega mikið af íbúðaverði í eigin vasa. Venjulegri blokkaríbúð að lágmarki 30 milljónir er mér sagt af mönnum sem þekkja til. Þannig ég er algjörlega sammála því að við reynum með einhverjum hætti að eiga við þennan markað og nálægasta leiðin virðist vera svo að hefja þessar viðræður, láta koma á daginn hvað er verið að ræða í krónum og aurum, þá fyrst getum við tekið einhverja skynsamlega afstöðu því að við vitum, allavega höfum við mjög ljósan grunn hver þörfin er, eftir því sem okkur er tjáð. Takk. Við þökkum bæjarfulltrúa Jón Hjaltsyni fyrir, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Hildu Jönu fyrir ágæta framsögu og reifun á málinu og sömuleiðis bæjarfulltrúa Láru og bæjarfulltrúa Jóni fyrir prýðileg innlegg. Ég svona ákvað að verða við áskorun frummælandans að reifa hugsanir mínar og nú eitthvað að því var svo nefnt í seinni erindunum en ég ætla svona að reyna að stikla á stóru og það kom meðal annars fram að sveitarfélögin útvega lóðir og við erum í þeirri stöðu en það kom líka fram að sko eftirspurn eftir lóðum ræðst ekki bara af því hversu marga einstaklinga eða fjölskyldur vantar þak yfir höfuðið, heldur leita fjárfestar í nýbyggingar, þannig að verktakarnir segja að það vantar lóðir en það er kannski í og með vegna þess að það er einhverju fjárfestar sem að vilja kaupa 10 íbúðir eða 20 íbúðir og svo framvegis og það er þá kannski til að flýja verðbólgu, svona þessi sannindi sem að hafa verið við lýði hérna síðan 1975 eða svo, frá því að fyrstu verðbólgu skotin fóru að hrella þjóðina og sömuleiðis sko vaxtastig hefur verulega áhrif á íbúðaverð, að minnsta kosti bæði frá venjulegu fólki sem vil kaupa íbúð, að kaupmátturinn ræðist mikið af vöxtunum en sömuleiðis frá sjónarhóli fjárfesta að lækkandi vextir gera verkum að það er hægt að bjóða hærra og hærra í íbúðirnar og yfirbjóða og kaffæra almenning. Þannig að það er skiljanlegt og eðlilegt að ríki og sveitarfélög taki sig saman og reyni að koma einhverjum skikk á stöðuna og búa til einhverja farvegi fyrir venjulegt fólk til að annarkvort kaupa eða leigja svona í einhverju skjóli frá þessum almenna markaði, þar sem eru alls konar lögmál sem að stangast á við hagsmuni almennings, að minnsta kosti svona í þessum þrönga skilningi. Nú svo er líka sjálfsagt að nefna það að þessi almenni leigumarkaður sem að voru bundnar töluverðar vonir við, kannski fyrir nokkrum árum, að hann hefur svolítið brugðist okkur og bara eins og við sjáum á þessum hryllingsögum leigufélagið Ölmu og fleira slíkt, þar sem að
markmiði virðist fyrst og fremst vera að maka krókinn en ekki eins og útgangspunkturinn var kannski að þarna væri fólki í öryggi, þannig að ef að þú gengur þokkalega og borgar þína leigu þá ertu bara þarna í 10-20 ár og verður ekki fyrir neinum hremmingum. Því miður virðist það ekki vera staðan. Það kom líka fram hérna að orlofshúsnæði vegur dálítið þungt á Akureyri, kannski 15% eða eftir í hvernig við teljum. Þannig að hvort við erum að tala um 4,6% eða 5%, þetta er svona, þarna erum við komin kannski í einhver brotabrot en svo hefur komið fram að hér er mikið af félagslegu húsnæði tiltölulega miðað við sveitarfélögin í kring og við erum að axla þessa ábyrgð og axla þær byrðar sem að fylgja því að vera svæðis höfuðborg, líkt og Reykjavík og höfum algjöra sérstöðu. En þá velti maður líka fyrir sér sko að heimanmundur Reykvíkinga er kannski dálítið drýgri en okkar til að takast á við þetta því að í Reykjavík eru flest eða öll ráðuneytin og þar eru fjölmargar ríkisstofnanir, menningarstofnanir og svo framvegis. Þannig að við verðum að halda þessu til haga í viðræðum við ríkið okkar svæðis hlutverk að einhvern veginn verða að koma tekjur og einhverju burðir á móti til að sinna allir þessari ábyrgð sem þetta veruleg. Bæði varðandi húsnæði og alls konar félagsmál og uppbyggingu íþróttamannvirkja bara svo eitthvað sé nefnt og svo er það líka þannig sem að við leiðum ekki mikið hugan að þó að við séum hérna í hagkvæmu þéttbýli þá erum við að bera miklar byrðar af gatnagerð og rekstri gatna því að Akureyringar eru náttúrulega að sjá sko 97% af götum á Akureyri en í sveitarfélögunum hérna í kringa er þetta fyrst og fremst ríkið sem er að borga og ríkið er að standa fyrir alls konar glæsilegum endurbótum eins og við Hrafnagil og í vestanverðum Hörgárdal og fleira. Við erum bara á sama tíma í sko því allra nauðsynlegast þá getum ekki lyft okkur svona liggur við að segja lúxusframkvæmdir. En bara heilt yfir, ég er ágætlega sáttur við þennan samning ríkis og sveitarfélaga sem verið að ræða hér og ég held að við þurfum ekkert endilega hártoga einhver prósent eða prósentubrot, það er bara hið besta mál að ríki og sveitarfélag reyni að horfa til framtíðar og búa til fjölbreytta farvegi fyrir fólk á húsnæðismarkaðnum. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúa Andra Teitssyni fyrir. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar ágætu forseti. Takk bara kærlega fyrir góða umræði. Þeir eru bæjarfulltrúar sem hafa tekið til máls hér og fagna ég bara því að við séum hérna að koma saman og taka ítarlega góða umræði. Ég pínu saknaði þess hér að við hérna köfum ekki betur hann í málin og skoðum þetta frá öllum hliðum, hann að þetta er bara mjög kærkomið og það var líka áhugavert áðan var umræða akkurat þennan samning inn í borgarstjórn og það var mjög fróðlegt að hlusta hana og mæli bara með að þið kíkið á það líka. Þetta er dálítið málana núna. En ég vil jafnframt þakka bæjarfulltrúa Hildi Jönu kærlega fyrir að taka þetta mál á dagskrá og mjög ítarlega umfjöllun og góða útskýringu á rammasamningnum þar sem lítil sem engin umræða hefur farið fram þennan samning. Ég styð að við skrifum undir hann og verum leiðandi á landsbyggðinni eins og bæjarfulltrúa Hildi Jönu kom inn á í máli sínu en Reykjavík hefur nú þegar skrifað undir en eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Andra þá höfum við alveg sérstöðu eins og Reykjavík eins og þú hefur talað og við ættum ekkert að skorast undan því, það er bara veruleikin. Þessi rammasamningur ríkis og sveita aukið framboð íbúða er að mörguleyti tímamótaplagg og þá ekki síður í ljósi þess að þarna sett fram sameiginleg sýn og stefna í húsnæðismálum. Skortur á húsnæði hefur verið vandamál sem hefur leitt til hækkandi fasteignaverðs sem hefur bæði áhrif á möguleika tekjulara á húsnæði við hæfi auk þess sem það hefur áhrif á möguleika til þróunar og vaxtar sveitafélaga og maður hefur heyrt á umræðu einmitt að til dæmis fyrirtæki hafa ekki verið að fá húsnæði fyrir starfsfólk sitt. Samkvæmt rammasamningi þá miðað við þær forsendur í
íbúðar uppbyggingu eins og margoft hefur komið fram hérna núna, 30% sé jafnaði hagkvæmar íbúðir og sem næst 5% félagslegt húsnæði. En auðvitað erum við ekki að byrja á núllpunkti. Það þarf náttúrulega að skoða hvert sveitafélag fyrir sig og og þá munum við sjá að staða þeirra misjöfn og þörfin líka. En það sem bara svo jákvætt að hafa einhverju viðmið til að vinna eftir og maður sér bara strax að það farið að hafa áhrif á okkar svona hugsun og plön að húsnæðis uppbyggingu. Og þannig ég tel þetta framfara skref og fagna líka auknu samstarfi við HMS þar sem að starfa sérfræðingar á sínu sviði og munu þá aðstoða okkur við gerð húsnæðis áætlana. Ég fekk þau svör við fyrirspurn minni þennan samning í haust. Ég nokkru sem spurt hvað við ætlum að gera, ætlum að taka þátt eða ekki, erum við búin að funda eða ekki. Og þau svör sem ég fengi að embættismenn hefðu fundað með HMS og forvitnilegt var að vita hvað kom út úr þeim fundi en samkvæmt aðgerð A3 í aðgerðaáætlun rammasamnings var hlutverk HMS að funda með sveitafélögum og greina stöðu íbúðar uppbyggingu innan þeirra haustið 2022. Eins og bæjarfulltrúi Hilda Jana kom inn á áðan langur biðlisti fyrir félagslega húsnæði og vonandi, og ég tek undir orð bæjarfulltrúa Láru, að vonandi mun þessi aukna áhersla á hagkvæmt húsnæði að koma einhverju leyti til móts við þann hóp og horfi þá sérstaklega til óhagnaðardrifinna leigufélaga og hlutdeildarlána og tel það hlutverk okkar að einmitt að aðstoða þennan hóp og sýna þeim leiðir sem eru í boði auk þess að stuðla að uppbyggingu þeirra leiða. En leið verðum við náttúrulega að tryggja nægilegan fjölda félagslegs húsnæðis til þeim til handa sem þarf. Eins og ég komið inn á hér áður, oftar en einu sinni, þá hef ég áhyggjur á möguleikum ungmenna okkar að koma þaki yfir höfuð sér. Bæjarfulltrúi Lára efast að þær tölur sem unni með sé rauntölur, það þörfin sé ekki mikil og ég hef alveg heyrt þetta í umræðinu og verið nokkuð gagnrýni á þennan samning það. Og talar að það búi ekki allir í þessari steinsteypu sem fjárfest í og það sé líka hluta vandanum og ég alveg sammála því og samkvæmt samtali við fasteignasala í bænum þá unga fólkið yfirboðið af miðaldra fólki sem að fjárfesta í steinsteypu og á bara ekki séns inn á þann markað. En það átti kannski helst við þegar innlágsvextir voru lágir og fólk var að fjárfesta þannig. Þannig þetta eitthvað sem við þurfum að bregðast við og grípa inn í og aðstoða þessi ungmenni. Það líka talað mikinn fjölda orlofshúsnæði í bænum og við verðum líka að passa að horfa ekki bara á það sem einhvern vanda því að þetta fólk líka eykur viðskipti hér í bænum. Það þýðir kannski bara við þurfum bara að byggja meira. En með þessu samningi gefst okkur ákveðið tækifæri til að stýra betur húsnæðisframboði og horfi ég þá helst til Móahverfis núna, þar sem þeir þéttingarreitir sem hafa kannski helst verið í umræði inn í skipulagsráði eru kannski ekki beint hagkvæmt húsnæði. Þannig að spurning hvort við verðum ekki að horfa til þessi í framhaldinu að skoða hvernig við getum betur tryggt hagkvæmt húsnæði miðsvæðis. Af því við vitum það að það að verða kynslóðabreytingar og unga fólki okkar, það kýs umhverfisvænni lífsmóta en kannski við hinn. Auk þess langar mig að benda á að bílakjallarar bæta sem dæmi við nokkrum milljónum á verð hverrar íbúðar og ekki færi allra að ráðast í þá fjárfestingu. En ég skil alveg þessa umræðu landlítið sveitafélag og helst að koma öllum bílum í bílakjallara, en það hafa bara ekki allir efni á að kaupa sér húsnæði við bílakjallara. Samkvæmt húsnæðisáætlun 2022, það það plagg sem ég get vísað í, þar sem hinn enn í vinnslu, eru áætlaðar íbúðir í byggingu 2023, 323. Og eins víst að það verði fleiri í húsnæðisáætlun 2023 þegar við samþykkjum hana og því einsýnt að við náum alveg vel viðmiðum rammasamningsins í heildina og í rauninni þar yfir. Máli bara að við uppfyllum ekki kannski viðmið fyrir fjölda félagslegs húsnæðis og þetta þurfum við bara að leysa í sameiningu. Þannig að við getum tekið þátt.
En hafa ber þó í huga, samkvæmt plani í húsnæðisuppbyggingu fyrir árið 2023 rúmlega 70% íbúða í Móahverfi. Þannig að á þessu ári erum við að treysta rosalega mikið á Móahverfið. Og því má uppbyggingu þar alls ekki seinka ef við ætlum að auka íbúðaframboð og taka þátt í þessum rammasamningi. Þess vegna spyr ég meirihlutann eða bæjarfulltrúa Anda Teits sem formaður umhverfis- og mannvirkjaráðs var gert ráð fyrir nægilegu fjármagni í nýbyggingu gatna í fjárhagsáætlun 2023 en þar segir 150 milljónir í hönnun og framkvæmdir í Móahverfi sem getur varla talist nóg. Að endingu lýsi ég enn og aftur furðu minn á því að sundurliði framkvæmdaáætlun var aldrei kynnt inn í bæjarráði eins og óskað var eftir og á að gera né kom sér gagn undir umræðum fjárhagsáætlun í bæjarstjórn. Svo framkvæmdaáætlun sem er inn í fjárhagsáætlun, hún ekkert sundurliðið. Hún var kynnt einu sinni í sundurliði í september og aldrei aftur. Og gera má ráð fyrir að einhverja breytingar hafi orðið á tölum. Án þess að ætla að fullyrða það. Þannig að bara takk kærlega fyrir mig og enn og aftur takk fyrir bara frábæra umræður hérna og ég held að við séum bara að fara að leysa þetta í sameiningu. Takk fyrir. Þakkum bæjarfulltrúa Sunnu Hlín Jónsdóttur fyrir. Orðið laust. Bæjarfulltrúa Hilda Ena Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka fyrir bara mjög gagnlega og góða umræður hérna á fundunum sem bara gleðja mig mjög. Ég segi svo bæjarfulltrúi Sunna, ég trúi ekki öðru en að við náum einhverju lendingu í þessu máli öllu saman. Það voru kannski nokkrir hlutir sem ég var að velta fyrir mér í kjölfar umræðunar varðandi til dæmis húsnæðisþörfina. Bæjarfulltrúi Lára Halldóra nefndi að mögulega væri hún of áætluð. Það voru svona misjafnt hvernig kosningabaráttan var síðastliðið vor en þar nefndi L-listinn svona kannski sem sitt stærsta loforð 350 nýjar íbúðir á ári. Mér langaði bara að spyrja fulltrúa L-listans á hverju sú tala byggir og hvort að það sé þumalputta viðmiðið í meirihlutanum. Bara fyrir forvitnisakir af því að það var nú svona sem bara tók vel eftir því eða hvort þetta sé eitthvað umdeilt hver húsnæðisþörfin sé raun og veru. Síðan langaði mig aðeins að taka bæjarfulltrúi Lára Halldóra nefndi nágrannasveitarfélög okkar og mismunandi hlutdeild nágrannasveitarfélaga versus okkur og mér finnst þetta bara mjög gild vangavelta og á höfuðborgarsvæðinu í gegnum samband sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu verið að ræða mögulegan húsnæðissáttmála þannig að öll sveitarfélög á því svæði séu að taka sameiginlega ábyrgð og róa í sömu átt og þar sem að bæjarfulltrúi Lára Halldóra einmitt formaður stjórnar SSN þá bara spyr ég einfallega hvort hún sjáu fyrir sér að taka upp á þeim vettvangi samtal þetta vegna þess að ég tel fullt tilefni til þess og tek undir það að þetta verkefni að sjá koma til móts við ólíka þarfir íbúa allstaðar á Íslandi, það skiptir töluverðu máli og við eigum ekki að láta eins og það sé í lagi að það eigi að vera undir 1 eða 2 eða 3 sveitarfélögum komið. Fyrir utan það að það tengist líka búsetufrelsi. Það getur ekki kallast búsetufrelsi þegar aðeins sum sveitarfélög bjóða upp á ákveðna tegund húsnæðis. Búsetufrelsi hlýtur að byggja á því að það sé húsnæði í boði fyrir ólíka þarfir land allt. Þannig að mér finnst það vera líka málefni sem við þurfum að ræða. Að samaskapi líður mér eins og við eigum ekki að skorast undan okkar ábyrgð heldur frekar sína gott fordæmi og ganga fram með gott fordæmi og gera vel en jafnframt bara hreinlega svolítið svona stinga á þá sápukúlu að þetta getur ekki verið eðlilegt. Ég held að við höfum skoðað að það var ekkert sveitarfélagi í okkar nágrenni sem að náði einu sinni 1% í félagslegu húsnæði og hljóta þá að líta svo á að það sé bara ekki þeirra mál sem er mjög sérstakt og við ættum sannarlega að ræða. En þetta var nú kannski það sem ég vildi einmitt ræða og svo er líka bara gott að sem kemur fram eins og bæjarfulltrúi Jón Hjaltason nefndi áðan. Það gerist samt hins, ef við söfnum ekki gögnunum, ef við mörkum ekki sýnina og ef við tökum ekki ákvarðanir og förum að ræða við HMS og förum að ræða við ríkið og vinnum í okkar heimavinnu, þá gerist auðvitað ekki neitt. Og núna eins og bæjarfulltrúi Sunna var að nefna, þá okkar stærsta uppbygging í Móahverfinu. Maður áhyggjur af því í fyrsta lagi að það sé vanfjármögnuð fyrirhuguð uppbygging og hvort að hljóti ekki vera pólitísku vilji til þess að leysa það.
En líka hvernig á að útluta þessum lóðum. Á að taka með einhverjum hætti tillit til einhverja skiptingar hvað varðar hagstætt eða hagkvæmt húsnæði og félagslegs húsnæðis í því hverfi, því það er risastórt verkefni. Takk. Þakkum bæjarfulltrúa Hildi Jónu Gísladóttur fyrir, orðið laust. Bæjarfulltrúa Andri Teitsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrst varandi það sem að bæjarfulltrúi Sunnahlíð nefndi 150 milljónir til hönnunar í Móahverfi. Ég tek alveg undir að það er lág tala, en það er auðvitað fleira sem að takmarkar hversu hratt við getum unnið það mál. Það er að segja bara okkar eigin afkastageta, okkar embættismanna hérna innanhús og afkastageta sérfræðinga og verkfræðistofa hönnuða og svo framvegis út í bæ og út land. En svo er það þannig að náttúrulega það helst í hendur svolítið hversu hratt við getum unnið þetta og svo hversu hratt við getum útluta lóðunum. Og þá koma inn gatnagerðargjöld. Þannig ég held að við þurfum ekki að hafa stórar áhyggjur af þessu. Ef okkur tekst að auka hraðan í þessu og ég hef þá eiginlega meiri áhyggjur af sem bara afkastagetu fólksins heldur en beinlínis peningunum. En ef okkur tekst það að þá ætti okkur að vera óhætt að setja þetta meiri pening því hann mun koma inn á móti í gatnagerðargjöldum. Þannig að við erum aldrei að fara að tapa á þessu en nú sitt ég ekki í bæjarráðið, þannig að það verður ykkar kaleikur að finna út úr þessu öllu saman. En þetta er svona hugmyndafræðin eins og ég sé hann. Og svo spurði bæjarfulltrúi Hilda Jana, var það ekki, hvers vegna 350 íbúðir og umræðan hjá okkur fyrir kosningarnar hjá Ellistanum þetta snerist dálítið að reyna að grípa það tækifæri sem að við skynjuðum í landinu. Mikil þörf fyrir uppbyggingu á nýju húsnæði og á þeim tíma hóflegir vextir og tækifæri fyrir fólk til að koma inn á húsnæðismarkaðinn, hvort heldur einstaklinga eða fjárfesta. Og við sögðum sem svo hvers vegna reynum við ekki að ná í 10% af því sem að var einhver taldi þá heildar þörf fyrir nýtt húsnæði á landinu, árlega 3.500 íbúðir, hvers vegna reynum við ekki að ná í 10% af því, þó við séum ekki nema 6% eða hvað við nú erum af fólksfjöldanum, af því að hér er gott að búa og Akureyri hefur sterka ímynd að mörgu leyti. Reynum að grípa þetta tækifæri, því að svo koma kannski aftur mögur ár og með lítilli eftirspurn eins og við þekkjum og það er ekki nema 2 ár síðan eitthvað svoleiðis að við vorum nánast að grátbiðja verktaka til að fara í gang með einhver verkefni hérna hingað og þangað bæinn. Þannig að þetta var hugsunin á bak við það. Takk. Þakkum bæjarfulltrúa Andra Teitsson fyrir, orðið laust. Bæjarfulltrúi Jón Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Hilda Jana vek hér að máli sem hefur pirrað mig ögn. Já, ég segi bara ögn. Undanfarið þegar ég horfi hér allt í kringum okkur og sé hvað sveitarfélögin eru að gera í kring. Þau eru greinilega á veiðum, þau eru á fjölskylduveiðum, nánast eingöngu. Það er byggt þannig, það er engin tilviljun að hér eru byggðir grunnskólar og allt það sem miðar að því að fá barnafólk. Og í því sambandi þá, þetta er alveg rétt hjá Hildu Jönu að vekja athygli á þessu og við ættum að velta fyrir okkur og ég veit ekki hvort það er einhver staðar í gangi í kerfinu umræða eða samræða, ekki samræði, við sem væri betra sem leyti, við nágranna sveitarfélögin sameiningu. Þetta lognaðist út af hér fyrir mörgum árum þegar frændi mig móðgaði hér sveitunga fyrir innan okkur og þeir eru helviti fúlir og jafnvel hér fyrir utan, ég veit ekki hvernig það var. En er þetta í gangi núna og ef ekki, er það ekki full ástæða til að koma því af stað aftur. Ég tala nú ekki ef við ætlum að fara í eitthvað svona stórt verkefni sem verður gríðarlega fjárfrekt og miðar að
að verulegu leyti þessu félagslega kerfi miðar að því að koma fólki í húsnæði sem ekki hefur efni á því að öðru óbreyttu. Annað sem ég vildi víkja að og á nú eflaust eftir að gera margoft, mér finnst þegar fram í sækir, mér finnst bóla ögn á því að einhver veka því hér að íjaði að þéttingu byggðar í sambandi við þennan samning hér kannski hvati í þessum samningi það sem sveitarfélagið á að leggja til lóðina. Bæjarfulltrúi Andri veka því að hér á það minnst og ég vil bara hafa þetta stutt en hvetja ykkur til þess að láta þennan samning ekki verða vatn á myllu frekari þéttinga sinna. Þessi hugmyndafræðin þéttingu byggðar, hún hefur fyrir löngu gengið út í öfgar og endilega ekki nýta rammasamning sem við eigum eftir að gera við ríkið. Ég veit að við munum gera þetta, ekki nýta hann á neinn hátt til þess að ýta undir þá hugmyndafræði frekar. Takk. Þökkum bæjarfulltrúi Jón Hjaltarsyni fyrir, bæjarfulltrúi Lára Halldóra Eiríksdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek undir það sem að fram hefur komið að í máli einhverja bæjarfulltrúa að þetta er bara búin að vera mjög gagnleg og góð umræða og ég held að ég hafi einhvern tíðan sagt það líka áður hér í pontu að það er sameiginlegt verkefni okkar sem erum hér kjörnir fulltrúar að leysa á málum eins vel eins og við getum og ég held að við séum alltaf öll að vilja gera til þess að gera nákvæmlega það. Burt sér frá því hvar við stendum í flokkum en við þurfum að standa svolítið saman og þá kannski kem ég svolítið inn á það sem bæjarfulltrúi Hilda kom inn á hér með nágrannasveitarfélögin og það er rétt eða það sem að mér hefur skilist að það fari ekkert nágrannasveitarfélag yfir 1% í félagslegu húsnæði eða hlutfalli félagslegu húsnæði. Og mér finnst bara algjörlega sjálfsagt mál og eðlilegt að taka það upp á vettvangi SSN að við ræðum saman og mér finnst þetta orð húsnæði sáttmáli sem að bæjarfulltrúi Hilda nefndi að væri einhvers staðar gildur að það sé bara sjálfsögðu eitthvað sem við eigum að taka upp og ræða og sameinast um. Það er bara engin spurning. Og varðandi þetta að það er alveg rétt sem að bæjarfulltrúi Hilda kom inn á að það þarf að vera allstaðar húsnæði í boði fyrir fólk með ólíkar þarfir. Það á ekki bara við hér Akureyri eða Reykjavík. Og varðandi þetta með Móahverfið og hvernig það verður samsetta af íbúðum og hvort að við getum hugað að dreifingu óhagnaðardreifina eða ódýrari húsnæðis íbúða, félagslegra íbúða eða hvaða nafni svo sem þær nefnast, þá held ég að það sé bara algjörlega nauðsynlegt að við reynum að huga svolítið að því. Vegna þess að það er vissulega þannig að tíðin var minnst kosti svo að það voru svona dálítið margar kannski félagslegar íbúðir í sama hverfi eða í sömu blokk eða hvernig sem það var og ég held að sé æskilegt að við breytum þeirri hugsun og dreifum þeim íbúðum og ég hef talað líka fyrir því að mér finnst nauðsynlegt að við skoðum og metum þær eignir sem við eigum. Það er vitamál að einhverjar þeirra eru ekki í kannski nógu góðu standi. Það þarf að endurnýja og þá eigum við að nýta tækifærið og kaupa á ólíkum stöðum í bænum. Mér finnst sjálfsagt mál að við horfum til þess að við eigum eftir að skipuleggja heilt hverfi og hvernig við sjáum óhagnaðardrifnar eða félagslegar leigu íbúðir þangað inn, sjálfsagt mál að skoða. Varðandi spurningu bæjarfulltrúa Jóns þá er varðandi samstarf sveitarfélaga eða sameiningar
sveitafélaga og hvort að það samtal er í gangi, þá er það ekki í gangi svo að ég viti minnsta kosti til, það eru þá einhverja aðrir mér fróðari sem að vitum það. En ég held að það sé minnsta kosti þannig að við í sveitafélaginu hér séum tilbúin til samninga við þau sveitafélag sem áhuga hafa á því að koma til samstarfs við okkur og tökum þeim bara fagnandi. Þannig að hvort að það verður eitthvað sem að við getum líka tekið upp á vettvangi SSNE, ég skal nú ekki segja um það. En endilega, allt sem bætir samfélag okkar, við eigum að gera það. Takk. Eitthvað bæjarfulltrúa Lára Hóldur Auðsdóttir fyrir, orðið er laust. Nei, það var ekki fleiri massi hljós. Þá ætla ég að taka örstutt hlé og við ætlum að koma okkur saman um bókun við þennan lið, þannig að það er 5 mínútna hlé. Fundur er settur, bæjarfulltrúi Andri Teitsson tekur það máls, hversu vel? Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég er hérna að leggja fram bókun sem að má skoða sem viðbót við það sem að er væntanlega að framkomin tillaga Hildu Jönu bæjarfulltrúa og hugmyndin er eingöngu að árétta góða stöðu Akureyrarbæjar miðað við mörg önnur sveitarfélög og bókunin hljóðar svo. Akureyrarbæjar líkt og Reykjavíkurborg hefur byggt upp öflugra félagslegt leiguhúsnæðiskerfi heldur en flest sveitarfélög og þannig tekið að sér forystuhlutverk. Í ljósi þess vill bæjarstjórn leggja áherslu á að komið verði til móts við það hlutverk í gegnum jöfnunarsjóð og að ákvæði þar að lútandi rati inn í höfuðstaðastefnu sem unnið er að fyrir Akureyri. Takk. Já, ég er að gera það akkurat núna. Við þökkum bæjarfulltrúa Andra Teitsssyni fyrir. Þá ber ég upp til samþykkis tillögu bæjarfulltrúa Hildu Jönu Gísladóttur sem hljómar svo. Bæjarstjórn Akureyrarbæjar er sammála þeim meginmarkmiðum sem settur eru fram í rammasamningi ríkis og sveitarfélaga aukið framboð íbúða 2023-2032 og sameiginlega sýn og stefnu í húsnæðismálum. Bæjarstjórn leggur áherslu á flýti eins og kostur er endurskoðun á húsnæðisáætlun sveitarfélagsins og ganga í kjölfarið til viðræðna við ríkið og HMS gerð samkomulags sem byggir á þeim markmiðum. Þau sem að samþykkja þessa tillögu réttu plönd. Hún er samþykkt með 11 atkvæðum. Orðið er laust. Þá lesum við upp bókunina. Bæjarstjórn Akureyrar er sammála þeim meginmarkmiðum sem settur eru fram í rammasamningi ríkis og sveitarfélaga aukið framboð íbúða 2023-2032 og sameiginlega sýn og stefnu í húsnæðismálum. Bæjarstjórn leggur áherslu á flýti eins og kostur er endurskoðun á húsnæðisáætlun sveitarfélagsins og gangi í kjölfarið viðræðna við ríkið og HMS gerð samkomulag sem byggir á þeim markmiðum. Já. Andri lagði fram. Jú. Ekki til Jónu. Hárrétt. Bæjarstjóri. Takk fyrir. Þá ætla ég að leggja fram bókun meirihlutans. Akureyrarbær líkt og Reykjavíkurborg hefur byggt upp öflugra félagslegt leiguhúsnæðiskerfi en flest sveitarfélög og þannig tekið að sér forystuhlutverk. Í ljósi þess vill bæjarstjórn leggja áherslu á að koma til móts við það hlutverk í gegnum jöfnunarsjóð. Bæjarstjórn Akureyrarbær er sammála þeim meginmarkmiðum sem sett. Nei. Þetta er mjög flott hjá okkur. Akureyrarbær, ég ætla að lesa þetta aftur. Akureyrarbær líkt og Reykjavíkurborg hefur byggt upp öflugra félagslegt leiguhúsnæðiskerfi en flest sveitarfélög. Og þannig tekið þessi forhlutverk. Í ljósi þess vill bæjarstjórn leggja áherslu að koma til móts við hlutverk í gegnum jöfnunarsjóð. Ég verði að taka hlé á fundi.
Fundur er settur. Lesið við bókun meirhlutans. Akureyrarbær líkt og Reykjavíkurborg hefur byggt upp öflugra félagslegt leiguhúsnæðiskerfi en flest sveitarfélög. Þannig tekið að sér forystuhlutverk. Í ljósi þess vill bæjarstjórn leggja áherslu á að koma til móts við það hlutverk í gegnum jöfnunarsjóð og að ákvæði þar að lútandi ratin höfuðstaðastefnu sem unnið er að. Orðið er laust. Engin hvað sér til hljóðs.